bara heyri ég með dómara málið á Akureyri varðandi Hörð Aðalsteinsson og Börk Bóasson. Já. Og það svona verið að heyra alla hliðar af málinu. Ég ætlaði bara að heyra í þér varðandi af hverju það hefur bara verið heyrt í Gunnari Magnússyni þjálfara Hauka en ekki Sverri. Við heyrðum ekki í neinum að vísa það að við vorum eftirlitsmann á staðnum að Kristján Halldórsson. Okay. Og svo hafði menn eða þótti mönnum ástæða til að tjá sig á Haukunum og það sendi okkur bara búst. En við vorum ekkert að kalla eftir áliti eins eða neins sko. Nei. Það er sérst ummælin... Við gerum það aldrei sko. Nei. Ef menn vilja hafa saman til okkur og tjá sig eitthvað, þá það endilega og við fögnum því þegar menn vilja vera í einhverjum tjáskiptu okkur og fá einhvern álit á klippum eða einhverju. Já. Þá svörum við því og bara ánægðir að fá slík samskipti. Já. En við leitum aldrei eftir hjá þjálfurum eða leikmönnum eða neinum hvort að framvísla dómara eða hvernig hún verið því að við erum með eftirlitsmenn á öllum þessu leikjum og við treystum þeim einmitt. Já. Einmitt. Þannig að ég var bara að veltaði fyrir mig sko hvort að þessi ummæli Gunnars eftir leikinn hafi gert það að verkum að HSÍ hafi sendt dómarann í frí. Það er kolránt. Það er kolránt. Það væri og eins og ég held að segja svo ekki á setna ef þeir fengi að ráða þá væri allir frí. Og þannig það vegna þess að sko ef að þeir allir þessi sem hafa haft samband við okkur og út með athugasemdir út af dómi þá væri ekki bara dæmdur. Nei. Það er bara svo einfalt og það eru félag sem hafa haft samband við okkur út af hverju einasta pari sem er sagt. Já. Og sem bara þeir séu alveg vonlausir. Já. En hvers vegna er ekki tilkynning opinberlega að dómararnir séu komnir í frí? Akkur ekki það. Nei, ég meina, sko... Ef að leikmaður er ekki valin í líf, þá tilkynning það opinberlega. Já, ef þetta er stór póstur í liðinu, þá náttúrulega krefja stuðnings með þess að fá að vita af hverju hann er ekki í hóp. Já, það er svo góð rögg. En ég er svo sem ekki meina stuðningsmenn til að setja maður. Þetta er bara innan okkar hóps sem að við okkar samskipti. Þannig að það er nú ekki til okkar aðeir einhver stuðningsmanna hópar. Nei. Og er einhver sérstök ástæða fyrir að þeir fari frí eða þínu mati voru að dæma illa eða? Þeir eru þannig, sko, hvað er þeir? Við getum sagt þeir eru í frí núna frá leikjum í meistaraflokki, úrslitakeppni, kallir kvenna. Já. Og móti eru þeir að dæma í yngri flokkunum. Já. Þeir eru ekki hægt að dæma. Nei. Það er bara þannig og við erum að, það smá saman krafnast úr hófnum eftir því sem líður á keppnina. Já. Og auðvitað skiptir það framistæðu máli og það bara hlýtur að gera það. Það er bara krafa á allir umhverfinu að við veljum alltaf hæðist í börinn og ef það er ekki standa sig kannski alveg svo við veitum að þá er þeir kannski fyrstir út en það er ekki að segja þessi stemmi tóka. Nei. Þannig að það er ekki það að þér fannst þeir dæmi illa og Akureyri að þeir fari frí vegna þess frá meistaraflokki? Það er partur af því. Það er partur af því. Akkurat. Ég var með á kvöldið áður í leik Fylkis og Hauka, kvenna. Já. Og gaf góða umsögn þar. Já. Og þrátt fyrir að fengi dæmdu leiðum frá þjálfara Hauka og fleirum. Þannig að ég fannst þeirra framist að fara að vera bara ágætislega. Akkurat. Síðan dæmdu líka á sunnudaginn á Fjölnis. Já. Og þeir fengu líka góða umsögn þar. Já. Þannig að
En hvað finnst þér svona þegar að þjálfarar koma með svona ummæli eftir svona leiki? Finnst þér að eiga að refsa þjálfararnum? Sko, ég veit ekki, þessi ummæli voru svona eiginlega, þannig að það voru vest fyrir þess að dómara sjálfa eða vond fyrir þá að reyna að halda því fram að Gunnar hafi ákveðið hvort einhver dómari yrði settur út af reglumentinu ekki. En ég fannst hann ekkert vera neitt að gagnrýna með þeim hætti að það væri óíþróttamannleg eða svona nýtt eitthvað, sko, eins og stundum vil vera. Já. En auðvitað alltaf leiðilegt til að menn þurfa að tjá sig með þessum hætti og ég bendi bara tvær síðustu bakvarðagreinar í Mogganum sem mér fannst alveg frábærar þar sem að Ívar og Ívar eru að benda á þennan ljóð í handboltahreyfingunni. Það var að forráðamenn telja sig alltaf telja að dómarar séu óalandi og óverjandi og með þess að þeir eru hjá vinningsliði að það getur ekki einslega dómarar það að hafa með staðið sig kannski ábyrglega fyrir vant að týna eitthvað upp. Já. Þannig að sko, ég fagna tjáskiptum, ég fagna samskiptum. Ég vil fá klippur, ég vil fá umræði, ég vil fá skoðanaskipti. Ef það á sko jákvæðum og faglegum nótum. Akkurat. Ég búinn að fá fullt af hinu líka og það allir sem að fá það sko ábendingu eða sem alveg á hreinu það ræður enginn nema dómarinn hverjir eru settur á leiki. Það hefur engin áhrif á það aðeins þeir sem að koma að dómarmál þessi eftirlitsmenn og síðan þessi sem að ráða leikina. Já. Ykkur tjálskipti frá þjálfurum og annað það að þessir og þeir muni aldrei líða það að eitt eða annað par koma að dæma ykkur leik. Akkurat. Við hlustum ekki á svoleiðis og það er bara, ég veit ekki hvernig mann dettur í hug að halda að þeir komist inn með að setja ykkur slíka kröfu. Akkurat. Og svona eitt að lokum bara, svona hvernig finnst þið frammistöðu dómaranna í úrslitakeppninni? Ertu ósáttur við gagnrýnina sem þeir hafa fengið? Nei, ég er búinn að vera sáttur við þeirra frammistöðu að svona langmestu leyti og þeir hafa svona heilt yfir fengið góða umsögn frá eftirlitsmönnum. Það hafa komið upp mál sem að hafa ekkert með leikinn að gera. Það segja dómgæslu í leikjunum eins og til dæmis þetta atvik í Afturelding FH. Já. Dómarnir stóðu sig vel þar og bara voru virkilega flottir og þannig að það sem gerðist á eftir hafði ekkert með dómgæslu að gera, það er bara með eitthvað allt annað eitthvað. Já, akkurat. Og en auðvitað eins og alltaf það semir leikir eru betur dæmdur en aðrir og semir eru að standa sig betur en aðrir og þannig verður það alltaf og við reynum síðan bara að vinna úr því. Já, er þetta ekki bara sama með leikmenn? Þeir eiga góðan dag og þeir eiga slæman dag? Algjörlega og kannski munurinn er það að með dómar og leikmenn getur ekki skipt dómar út með leik. Nei, akkurat. Það er bara þannig, sko. Það er bara að klára sig pakka á. Já. Það er glæsilegt. Takk kærlega fyrir þetta, Guðjón. Við verðum í bandi ábyggilega áður en langt líður. Ok. Segjum það. Já, bless.